Liam var frábær bakari. Hann bjó til bestu grænmetisvefjurnar og ávaxtasmoothíurnar sem þú getur ímyndað þér. En stóri draumur hans að stofna fæðubíl, græna gæsku, fannst honum eins og fjall. Hann sat við skrifborðið sitt, starði á auðan tölvuskjáinn. Ég þarf viðskiptaáætlun, hugsaði hann. Þetta er of mikil vinna. Þessi tilfinning að vera fastur, það var einnar tómu, hindrun hans. Það var ekki kílómetri, bara pínulítið rými rétt fyrir framabraut nefið á honum. Einn daginn kom vinkona hans Sofía í heimsókn. Hún sá sorglegt andlit hans og auða minnisbókina. Liam, sagði hún, þú þarft ekki að byrja allt fyrirtækið. Hreyfðu þig bara eina tómu. Hún sagði við hann, gleymdu áætluninni. Skrifaðu bara nafnið græna gæsku efst á síðuna. Það er þín eina tóma. Liam fannst þetta kjánalegt en hann tók upp pennan. Hann skrifaði 2 orð. Hann hafði loksins hreyft þessa tómu. Næsta dag skrifaði hann eina setningu í viðbótum uppáhald grænmetisborgaran sinn, brosti Sofía. Daginn eftir teiknaði hann litla skissu af bílnum sínum. Að byrja smátt lét stóra fjallið hverfa. Verkið var ekki lengur ómögulegt. Þetta var bara ein lítil setning á fætur annarri. Hann braut hindrunina. Lærdómur hans var skýr, stærstu markmiðunum náð einu örsmáu skrefi í einu. Ekki bíða eftir fullkomnum degi, hreyfðu bara þína einu tómu núna. Leyndarmálið við að byrja loksins að gera fyrsta skrefið svo lítið að það virðist kjánalegt. Ef þú ert tilbúin að brjóta þína eigin hindrun, geristu áskrifandi og skrifaðu, mín tóma, hér fyrir neðan til að segja, Íslandi hvað þú ætlar að byrja í dag.